Fallega fólk, við ætlum að ræða alls konar viðburði núna. Það er spenningur í loftinu. Til mín í sófann eru komin þau Hrönn Björgvinsdóttir og Davíð Rúnar Gunnarsson. Davíð Rún, eins og ég þekki nú best. Já. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Þú náttúrulega, Hrönn, komin frá Amtsbókasafninu. Já, mikið. Við getum sagt að þú sért góðkunningi. Jú, það má segja það. Heyrðu, það er á að fara, er teiningunum kastað? Já, það er framundan hjá okkur spilamánuður. Ok. Og Amtsbókasafnið og Goblin sem er spilabúð og spilasalur niður í bæ hafa tekið saman höndum. Já. Og það verður bara blússandi dagskrá allan nóvembermánuðar. Þannig að það verður ýmislegt spilatengt fyrir allan aldur. Það er allt frá þessum hefðbundnum borðspilum og í bara svona Minecraft-föndur fyrir krakkana. Í alvöru? Já. Ég lagt til að segja dóttur mér frá þessu. Nákvæmlega. Svo Dungeons and Dragons byrjendanámskeið fyrir fullorðna. Já, ok. Það er semst aldrei of seint að byrja á D&D. Það er aldrei of seint að byrja á D&D. Ok. Ég hef aldrei farið þarna inn fyrir þröskuldin og fullt af félögum sem að, þú veist, og á enn sem að gera þetta bara á reglulegum basis. Já, þetta er með tilvalið tækifæri svona fyrir þau sem eru forvitin að aðeins að prófa. Er kannski að opnast aftur áhuga á svona, þú veist, alltaf verið, en þú veist, til dæmis í kjölfarið á Stranger Things eða eitthvað svoleiðis? Já. Er það ekki? Jú, við sjáum alveg aukningu þar sko eftir þessa þætti. Eftir hetjulega framgangu nördana í Stranger Things. Já, nördarnir hafa svona fengið uppreista æru undanfarin ár, þannig að Ég man nú eftir hjá lítill, þá horfði maður mynd sem að héti Revenge of the Nerds. Já, það er ekki. Sem að þitt hemmt busan. Já. Þannig að það er mikið að vera næsta mánuðinn. Það er mikið að vera og svo til að toppa þetta að þá er kvöldopnun á bókasafninu, þriðjudags- og fimmtudagskvöld, þannig að það er að gera, hóa saman félögunum og mæta á bókasafninu. Það þriðjudags- og fimmtudagskvöld allan mánuðinn? Allan mánuðinn. Öll þriðjudags- og fimmtudags? Já. Ok. Alveg fram í desember. Hlakkar þú til? Ég hlakka mikið til. Þú ert spilafíkil? Já, ég er nörd og stolt af því. Já, akkurat. En það á maður að vera það. Já, nákvæmlega. Hvað er aðalspilið í þessu? Er það D&D-ið eða? Þau eru svo mörg. Já, ok. Ég hef ekkert út á þessu. Nei, og þetta er öll flóran. Þetta er þessi sem eru svona í þessum svona, segir svona skáktengt, þú veist, þessi svona hugarspil, þess að hugsa virkilega mikið og svo yfir í hlutverkaspilin, það sem að þú veist bara breytir þér í aðra persónu, sko. Já. Þannig að það er bara öll flóran. Náttúrulega strategíin í risk og... Nákvæmlega. Þú, Dabbi, spilar þú ekki? Ég reyni að sleppa við það, sko. Þú reynir að sleppa það? Já. Ok, þú ert ekki heimavill þar? Nei. Þú ert betri að kynna spilin? Já. Ég get alveg spila Matador eitthvað þannig, skilji. En allt eitthvað partíspilið og standa upp og leika og eitthvað, þá ég get það bara ekki, sko. Ha? Já. Maðurinn sem er búinn að vera, sko, þú veist, umboðsmaður Akureyrar bara frá því að ég kom í Vaffema. Já, ég er nákvæmlega, sko. Seriously? Þetta er eitthvað sem passar ekki fyrir mig, sko. Ertu feiminn? Já, ég er það. Mjög, sko. En brilliant. Nei. Vá, þetta ég er það, sko, já, ég er ekki með framfærin, sko. Ég skil. Ég er svona þess vegna er ég svona bak við tjöldin, sko. Já. Bara að búa eitthvað skemmtilegt til. Já, ég skil. Það nægir mér. Vel gert. Og þú ert að búa til helling skemmtileg núna? Já, nú er það afmæli Glerautorgs, ef við farum að tala um það. Er það ekki? Já, jú. Það er afmæli Glerautorgs, það er 3. til 7. Já, nóvember. Það er eftir viku. Eftir viku. Þá ætlum við að byrja þetta á 5. með miðnæturopnun og þar er sko Páll Óskar allar að koma. Ok. Og Laddi, fyrsta skipt sem við fáum Ladda eitthvað í þetta hús, sko. Já. Hann er ekki einu sinni kíkt í Netto. Já, það verður gaman að fá hann annað, sko. Og svo náttúrulega þetta akureyska allt saman, þú veist. Og Marína er að koma hérna með Krissa og þetta sama kvöldið mitt. Já, ok. Og svo heldur dagskráin bara alveg áfram, sérst. Föstudag, laugardag, sunnudag, laugardagur verður kannski svona pínu fjölskyldupakki meira, þú veist. Þannig að Benedikt Búálf og Dídí hérna og allt þetta, sko. Já, akkurat. Og svo á sunnudeginum verður svona meira kannski svona fullorðinsdagur, eins og við köllum. Ok, hvert eru við farin? Já, við erum farin aðeins í karlakórinn og svona. Já, ok. Og þangað, sko. Já. Og ætlum að, kannski fá svona heldri borgarabæjarins, bjóða þá velkona á sunnudeginum. Já. En að sjálfsögðu allir velkonir alla tíman og hvaða tíma sem er. Já, menn þetta er náttúrulega bara... Þeir ákvæm að skipta svona pínu niður. Já, einmitt. Þú veist,
gera svona eitthvað fyrir alla dagana. Og svo verður náttúrulega svakalega mikið bara á boðstólnum til þess að smakka frá þeim veitingastöðum og þeir sem eru með veitingar í húsinu. Þeir hafa verið allir með allt út í þarna. Ölgerinn allir að mæta með einhverja nýja drykki og það er rosa margt í gangi, sko. Og þetta vegna þess að Glerártorg orðið var 20 ára, sem sagt 2022. Já. Nei, 2020. Já, nú 2022. Þannig að þetta eiginlega 22 ára afmæli. Já, skil. En þetta samt eiginlega 20 ára afmælið. En við köllum þetta bara afmælishátíðina. Já, ok. Það var ekkert hægt að gera þetta þarna. Þeir eru ekki hengið ykkur verð með það. Nei, enga veginn, sko. Já, það var svolítið í gangi þarna. Já, það var pínu svona óstuð. Þannig að við gemdum þetta bara. Já. Mér finnst alveg ólíkindum að Glerártorg sé orðið svona gamalt. Já. Hvað já, ok. Ég ætla að trúa þér. Já. Ég er efins. Þetta var sett í gang, 2. nóvember, 2000. Já, ok. Og 2007, 2008 þetta rauninni stekkað. Og þá bætist við 9 gangurinn sem við köllum það. Semst minnadrottnun, þá það er opið til 12. Til miðnættis. Og Páll Óskar. Já. Og rosa margt annað, sko. Já. Þannig að verða smá læti í húsinu þarna. Það er skemmtilega. Hvar settið upp svið? Við erum búin að semja við Imperial og skóbúðina og heimilistekja þar ætlum við að loka bara. Loka bara. Nei, það ætlum við að setja upp smá svið. Ok. Sem að þetta verður ekkert eitthvað risasvið, það er bara ekkert pláss í húsinu. Nei, það er nefnilega, ég fór að hugsa það, sko. Já. Þannig að þetta er náttúrulega bara verslunum við þurfum að vinna með það einhvern veginn. Já. Þannig að, ég held að þetta verður mjög flott, sko. Þetta verður gaman, það verður fullt af fólki. Já, mæta snemma og setjast á kaffihúsið og ná sér stól og upp á mánaðarins, nýtt kortatímabil og allt þetta er vel planað. Fyrir allt, sko. Já, en svo náttúrulega verða fullt af tilboðum og dóttir í þetta, sko, í öllum verslunum, sko. Akkurat. Örugglega yfir alla helgina, sko. Einhverja fara að geta hugað að jólainnkaup Já. Mitt. Já. Ég býttu nú við, var ég ekki að sjá Nei, það er Ylva á bíla sem er að þjófstarta jólunum þessa myndinu. Það er eitthvað sem þykir Já, ég sá það mjög líka. Já, ég bara, what? Svolítið snemmt. Nei, þetta er alltaf að byrja, maður. Já, það er rétt, þetta er alltaf að byrja. En þið... Talandi mitt jólin. Eitt af því sem að verður hérna er sölu- og skiptimarkaður með spil og púsl. Þannig að þau vilja skipta út púslunum sem þið heima og fá ný fyrir jólin. Þá bara mæti þá skiptimarkaðinn á bókasafninu. Þetta eru, bæði þetta með spilin og púslin. Já. Ég nefnilega sko, mitt þú veist, er að púsla. Já. Og ég safna jólapúslum. Jóla? Jóla, Já, sérstaklega jóla, sko. Þú veist, það er ekki margt sem ég kaupa á eBay, ég kaupi jólapúsl. Ég á einhver 20-30. Ég held að það er eiginlega heilt herbyggi bara púslum heima á mér. Já, alveg? Já, sem að konan á. Já, ég beði eftir... Mér finnst það líklegra. Já, ég kem ekki það á þessu. Þú bara gengur frá þessu eftir inn í skáp. Já, það er enginn að ganga frá þessu. Borðinu mánuð, það er ekki eins og búið að klára þetta. En þetta er sniðugt. Þetta er brilljant, sko. En þið hafið verið með svona spilamánuð og svona spilaháttíðar áður, eða ekki? Já, við hefum alltaf verið með eitthvað í nóvember. Já. Svona fyrir utan þessa, náttúrulega, við erum með fasta spilaviðburði alltaf, mánudaga og miðvikudaga. En já, alltaf í nóvember þá höfum við verið með spilaviku, en núna er þetta orðin mánuður. Já, ok. Og við erum með samstarfsaðila út út. Það verður til dæmis, það verður borðspilakvöld á List, í Listigarðinum. Ó. Þannig að fólk getur farið bara á föstudagskvöldi og fengið sér kaffi, kakó, kíkt á barinn þeir sem vilja og bara setja og spila það í kósí. Þetta er sniðugt. Þetta er sniðugt. Hvernig endar þetta eiginlega? Vika, mánuður. Já, þetta verður allt árið. Já, nákvæmlega. Heimsíður á þið og öllum kaffihúsum bæjarins. Já, það er markmiðið. Hvað er uppáhaldsspilið þitt? Uppáhaldsspilið mitt? Já. Úff, þeir eru svo mörg, sko. Okay. Það er örugglega útvarpsspilið. Útvarpsspilið. Við eigum það. Já. Já. Þú getur komið að spila útvarpsspilið hjá okkur. Já, ég veit það ekki. Já, ég er svolítið hrifin af svona eins og Azul og það er eitt sem heitir Calico, sem er svona kattaspil og það er búið til bútasumsteppi fyrir ketti.
hættu. Já, ok, það er hægt að gera spil úr öllu sem sagt. Það er hægt að gera spil úr öllu. Ok. Í rauninni ertu bara að raða saman mismunandi munstrum og mismunandi litum og fá stig fyrir það. En það er búið að búa til þessa umgjörð að þú ert að búa til teppi fyrir ketti. Já, ok. Og spila þetta bara einn. Það eru fleiri Kettirnir spila líka. Það eru fleiri svona eins og ég. Já, kettir með. Kettirnir eru með. En ert þú ekki bara vakinn og sofin yfir þessari hátíð? Ert þú bara allan sólhringinn á staðnum? Eða ert þú bara, þú veist, þetta komið með koppinn? Nei, maður þarf að mæta hana og vera hana. Skipta sér að og... Já, og sjáum þetta gangi. Já. Ertu spenntastur yfir einhverju sérstöku? Maður er náttúrulega alltaf spenntur yfir Pál Óskari, þú veist. Ekki? Jú. Já. Ég er pínu spenntur yfir að sjá Latta, sko. Já. Já, ég veit ekki það. Svona up close? Já, einmitt. Nei, ég hef nú oft vunnið með honum, sko. Já, ekki? En jú, en þetta er samt alveg skemmtilegt moment þarna, sko. Já, hann er ótrúlegur karlinn. Já. Og svo þú veist, eins og ég segi, við náttúrulega setjum þetta bara á vefinn á, þú veist, næstu mínútum. Já. Og þá náttúrulega, það er svo erfitt að segja frá þessu, þetta er svo mikið, skilji. Já, en það er bara, fólk bara kemst að þessu. Já. Mér finnst bara svo fyndið að sko, þú ert búin að vera að gera það sem þú hefur verið að gera í gegnum tíðina, að koma hlutum á framfæri og er svo, bara, þú veist, af hverju fórstu í það? Ég veit það ekki. Þú er alltaf verið í þessu. Já, bara síðan var krakki. Ég meina, Frostrásin og bara... Löngu áður, sko. Fór yfir bara í glerskóla gamla dag og var alltaf að búa til öll böllin og gera eitthvað sniðugt í kringu þau og... Já. Þú veist, ég held einhvern tímann umferðarskiltaball, að það var eitthvað. Umferðarskiltaball? Já, allt í umferðarskiltum út allt. Það var stappað. Í alvöru? En og hvað, fóruð þið bara þá, þú veist, þetta er ábyggilega fyrnd, þannig ég get spurt þig, fóruð þið þá nóttun áður og stáluð fullt umferðarskiltum? Nei, þetta var alltaf einhverju góður samvinnu. Ok, mjög gott. Ég vil fegin. Það þurfti að vera eitthvað þema, skiljið. Já, ok. Þetta er eitthvað. Já, kannski skellum í umferðarskiltaball á bókasafninu. Já, eða umferðarskiltaspil. Já, það er örugglega til. Sjáu þið, pælingu. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað nýtt. Svo skoða þetta. Til að spila þegar þú ert 16 ára að fara í æfingaksturinn. Já, þetta var æfingaksturinn. Ég hlakka gríðarlega til að taka þátt í báðum þessum viðburðum ykkar. Já, og dagskráin, hún er inn á halloakureyri.is. Halloakureyri.is? Já. Já, ok. Eða Visit Akureyri, sama síðan. Ok, ég skil. Þá fólk fer á netið og verður svo, aflar sér upplýsinga hvað það er sem það langar mest til þess að prófa. Nákvæmlega. Heyriði, góða skemmtun og kæra þakki fyrir spjallið. Takk fyrir okkur. Sko, það er nóg að vera, þá þarf enginn að sitja heima og láta sér leiðast. Það er alveg að hreinu. Og þið ætla ekki að fara neitt. Við sjáumst til smá.